næsta upptaka Guðmundur Haukur félagin að segja frá hvernig þetta var unnið. Vorið, þetta undan. Það var setið og unnið í ákærusmíð, annars vegar á Rauðarstígnum og hins vegar í Bergskundi. Að því komu Hólmsteinn Jón Áki Snorrason og svo ég og Jón Óttar. En við náttúrulega komum ekki að því, við vorum náttúrulega bara að lýsa einhverjum. Við spilum ekki ákærur, rannsóknarlögreglumaður og... Í rauninni var þetta bara að vinna ákæra. En maður titillinn á þessu. Á þessu tímabilinu þá frá síðan þetta hefst og þannig sem maður til að snöggast. Ég bara, ég held sko málið málið dregst, við erum alltaf, sko í rauninni, það eina sem eftir í málinu, það að leyfa þeim að snúa réttarstöðinni, leyfa þeim að tjá framkomi gögn, en síðan fór allur, eiginlega öll, megnið allir í vinnunni fór, spilið segja ykkur í frágangin í skjalagerðinni. Það var svona, við fórum pingulítið aðra leið heldur en venjulega farin, setjum hana upp, eins og í dómi, og aðvinna fór það og síðan, það svona, það tekur langar tíma að pakka saman. Það sem að hann að tala þarna í raun og veru það sem að skilt því sem að í raun og veru afleiðinga því sem að ég sagði þannig í byrjun varandi 2009 varandi söluna á þessum fræga Macau-turni þarna frá Sjóvá að því að í raunveruleikanum og það sem raunverulega gerðist var að veturinn 2011 fyrir 10-11 semst að voru mánuðin 2011 bara mjög snemma þá erum við Guðmundur Haukur búnir að í raun og veru rannsaka þetta svokallaða Sjóvá-mál en við erum náttúrulega búnir að detta það sem að það verði náttúrulega að það sé búið að selja turnin tvisvar sko og þannig að við svo sem þannig sé að spyrja kóngi eða prest sko við hringdum bara í þessa kínverja sko spurðum það hvort þið vissu af þessu og heyrðu ekki hugmyndum þetta og voru fyrst sko algjörlega brjálaðir og þarna því að það sem hafi verið gert við þá var að þeir hefðu verið plataðir af slitastjórn og yfirvöldum á Íslandi til að kaupa eitthvað sem í raun og veru áttu fyrir minni mig einhverja 600 milljónir sko og þeir sem voru þá gerendur í því voru þá hugsanlega starfsmenn slitastjórnar Glitnis og þannig að ég man alltaf við vorum síðan á kynningafundi með yfirmönnum sérstakssaksóknara mjög snemma árið 2011 þar sem við förum yfir þetta Sjóvá-mál og segjum að sko á þeim tímapunkti allavega vorum við búnir að staðsetja einhvers konar brot og það sé náttúrulega bara okkar skoðun ég er ekki að fullyrða eitt eða neitt hvort að það hefði gengið hjá dómstólum sko að salan á turninum 2008 sé brot en það sé líka eitthvað sem við þurfum að skoða að jafnvel að boða starfsmenn slitastjórnar Glitnis sem sakborninga til yfirheyrslu og þá standa yfirmennir upp og Hólmsteinn og fleiri og segja bara það kemur ekki til greina að þið fáið að boða slitastjórnarmenn hérna sem sakborninga og þá svona hugsuðu við þá nú lítið hægt að gera í þessu Sjóvámáli þá að því að þetta mun alltaf koma upp sko ef að við rannsökum þetta áfram út úr Sjóvá og inn í Vafning og þá stendur Jón H.B. Snorrason sem var á fundinum hann stendur upp og segir strákar þetta bara ekki rétt lögfræði hjá okkur það sem að máli náttúrulega að við getum bara sett þetta þannig upp að frumbrotið inn í Glitni lánið frá Glitni inn í Vafning og þá sögðum við Gummi báðir það gengur ekki, við erum búin að yfirheyra Lárus Velding og Guðmund Hjaltason sem bara vitni og ætlar að breyta þeim í sakborning núna á loka metrón og hann sagði já Hólmsteinn Gauti tekur undir þetta og þeir ákveða en það við gátum ekkert ákveðið svona að skrifa bara ákæru á hendur Lárusi Velding og Guðmundi Hjaltasinni vorið 2011
þegar það ekki eins og búið yfirherða á sem sakborninga sko. Allt byggt á vitnaskýrslunum þeirra og það sem að þið heyri sko Sigríði spurja Gummu þarna að henni náttúrulega bregður aftur sko og hún reynir einhvern veginn að klóra í bakkan og segja já, þið ekki bara skilgreina sakarefni sko og þá svara Gummi eins og þið heyrið þannig að já, þetta bara svona vinnu ákæra það var allt búið sko það var búið ekki, við vissum þetta allt eina sem átt eftir það var að snúa réttastöðunni á Lárus og Guðmund og í raun og veru pakka þessu máli Já, þeir eru ekki yfirherðir sem sakborningar í þessu máli fyrir í september 2011 og þá þurftu við að láta líta út fyrir að það væri ákveðin tími alltaf að líða sko af því það er ekki að gefa út ákæru bara daginn eftir að þeir eru yfirherðir sem sakborningar þó ákæran hafi raun og verið löngu tilbúið sko þannig að þetta þarf að líta út fyrir að fylgja réttum ferlum sko og þetta er það sem að Gummi að segja þarna og þarna heyriru sko þarna segir þið svona býtum við, ekki bara skilgreina sakarefnin nei, það var búið að því sko það var allt búið og það sem að þetta og ég þarna er líka með hljóðfæla af því þegar ég þarna sem að það er ekki tími til að hlusta á þetta allt saman náttúrulega en það er þegar ég segi Sigríði Friðjóns frá því að Jón H. Snorrason sé þarna sem verktaki hann er aðstoð lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu öll þessi vinna er á vinnutíma þannig að þessi verktaki og hann rukkar milljónir fyrir þetta og verktakan hans snerist náttúrulega það að hann þurfti að skrifa ákærur hann var ráðgjafi verktaki í að ráðleggja ákæru skrif sko. Þannig að á fundinu náttúrulega þegar hann sér að þetta er einhvern veginn að leika út í sandin þetta sjóamál þá ertu með mann sem að hlusta þér á sem er fjárhagslega hagsmuna því að þessu gefnur út ákærur á 2 borgara þessa lands og meira en lítið shaky já eða þú veist, þetta er náttúrulega ólöglegu brot gagnvart þessum mönnum og við bendum ég bendi Sigríði á þetta strax 2012 og það er ekkert gert hann reyndar náttúrulega lauk sínum starfsferli hjá ríkissaksóknara bara í ykkur svona róliheita jobbi bara undir radar þetta er var heldur að það hafi sem sagt vegna svona upplýsinga að þá hafi hann eitthvað svona verið svona trappaði niður eða spurði bara nokkura spurninga af hverju hætti Hólmsteinn að saksækja mál eftir vagningsmálið af hverju endaði Jón H. Snorrason það sem hann endar sko þetta er ekki rocket science sko til að sjá þetta og þetta er eitthvað sem við erum búin að benda á þetta er eitthvað sem hefur alveg sko þannig sé verið upp á borðum en ég hef aldrei getað sanna það að ég var búin að segja Sigríði þetta strax áður en að við bara í fyrstu yfirheyrslu við erum bara yfirheyrðir einu sinni við segjum bara allt í fyrstu yfirheyrslu bara allt